Lísa. Ég heiti Jonni. Við erum sögukastið. Já, þetta í fyrst skeitt sem við erum að gera svona. Við veitum ekki alveg hvað við erum að gera. Þú veist, það var ekki svona samspjall eins og við Nei, verðum með það verður bara ekki spjall. Nei, það verður ekki spjall. Eina sem við ætlum að segja að þetta partur 2 af Ólympíuleikunum. Fyrri þátturinn voru forn Ólympíuleikanir. Þetta svo seinni hluti. Þannig að ef þið ekki búin að hlusta númer 1, þá hvetjum við eindrið til þess. Já, algjörlega. Ég mun alveg vitna í eitthvað að því, sko. Já, en það er svona skemmtilega að vera búið að hlusta. Já. Þannig að það er betra að fá svona meira samhengi. Já. Þannig að ef þið ekki búin að hlusta, hendið ykkur þá yfir í þann þátt og komum svo aftur hingað. Við bíðum. Oh my God. Ég elskar hvað það hefur enga þolumæði fyrir pappabröndurunum mínum. Sérstaklega ekki því ég nýlent frá Ameríku, sko. Nei, ég veit. Ekkur er alltaf að lenda því að þú ert nýlent. Ég veit það. Svo, held ég 3 ára röð eitthvað. Já. Sko. En ég ætla bara að segja eitt. Já. Ég held að allur heimurinn sé að syrkja fréttinar með Molly May og Tommy. Já. Algjörlega. Mér finnst þetta mjög sad. Já, við vorum að frétta þessu. Já. Já. Og það margir líkir svo við okkar tíma Díunu og Charles. Mér finnst það aðeins svo langt gengi, sko, en já, ég skil það svo sem, en þetta verður aldrei á samanlæfileg, sko. Nei, en það verður meira svona að því að þeirra skilnaður hafði áhrif á fólkið, skilurðu, og þessar fréttir eru að hafa áhrif á mjög marga. Já. Það er verið að meina það. Já, ég skilji. En já, meira var það ekki. Nei, ok. Ég bara segja, hugur okkar og hjörtu eru hjá þeim. Jonni svo að dæma mig fyrir þetta. Ég er alveg sama. Viltu ekki bara byrja þetta? Já, byrjum þetta. Ok. Já, eins og ég sagði senast, þá endur 393 eftir Krist. Já. Og þeir voru ekki teknir upp í alveg dágóðan tíma. En Ólympíuleikarnir voru vel kunnir fólki þó svo að það hafi endað og allar nær góðsannakenndu hetjunar gleymdust ekki. Fyrstu leikarnir sem voru haldnir sem innihélt orðinu Ólympíu voru haldnir á 17. öld. Já, ok, það er alveg mjög langur tími. Það er eiginlega svipalangur tími og þeir höfðu verið haldnir. Sko, voru það 1200 ár? Það voru 1200 ár. Já, ok. En samt þetta er langur tími. Hann Robert Dover, sem lítið vitað vildi halda leika með forn Ólympíuleikana sem innblástur. Hvar? Kemur því. Ok. Hann á að hafa sagt að hreyfingin sé góð fyrir bæði líkama og sál og að leikanir væri góð leið til að stuðla að því. Þar með voru Cotswolds Olympic Games fyrst haldnir 1612. Cotswolds. Já. Þetta var haldið í bæ sem hét... Ekki Cotswolds. Cotswolds er bara svæðið. Já. En þeir voru haldnir í Chipping Campden. Og þetta voru ekki leikar með kringluða spjótkasti en það var glimt og slegist. Ekki hlaupi? Jú, það var líka hlaupi. Já. Og svo voru breskar hefðir settar inn í. Var cricket? Það var ekki. Ok. Það var keppt í reipitogi, kappreiðum og shin-kicking sem er ákveðið form af glímu sem sagt í Bretlandi. Þú mátt bara sparka í sköflunginu fólki? Nei, þetta er í rauninu bara heitið, en þú heldur í andstæðingin pínu eins og í glímu og síðan eftir að reyna að fella hann bara, þetta er mjög líkt íslenski glímu. Já, ok. Þetta eru líka fyrstu leikanir sem voru með sleggjukast. Þessi leikar eru ennþá haldnir í dag. Já. En sem sagt þeir voru endurlífgaðir eitthvað tíman 1900
1950 eitthvað, en það var smá pása. Hefur ekki verið haldið frá 1600 og þannig að þar til 1900? Nei, því miður. Það var nefnilega mjög mikið svona fyllir í og svona, þannig að fólk ákvað að hætta með þá í bili. Hvað voru þið lengi? Voru þið bara hann einu sinni? Nei, þið voru á, held í hverju ári frá 1612 og alveg til 1815. Já, ok, þú lest þetta hljómið eins og það væri bara einu sinni. Já, nei, sorry. Alls ekki þannig. En já. En þá voru það á hverju ári, þannig að þá voru þið ekki með sama Nei, nefnilega. En já. það var, þetta mun gerast nefnilega nokkur sinnum, þessum Olympía er í rauninu nefnd. Já. En þetta er svona fyrsta skráða dæmi þar sem Olympía er notað í einhverju heiti á keppni. Það voru síðan haldnir Ólympíuleikar í París í byltingunni. Parísarbúar voru fullir af hugmyndum upplýsingarinnar þar sem hort var mikið aftur til Grikklands. Fleiri og fleiri lærðu frægu Ólympíuleika fornaldar. Þegar það var búið að bylta krúnunni að það voru sumir sem byrjuði að stinga upp á að fagna því með keppni fyrir almúgan. Ok, þetta var eftir Reign of Terror. Þegar það var stungið upp á þessu rétt fyrir annað Reign of Terror var það ekki frá 92 til 93. Jú. Minni þannig. Það var stungið upp á þessu 92 fyrst og það var ekki fyrir en 1796 á Champ de Mars 20. september þar sem haldnir voru fyrstu Ólympíuleikar lýðveldisins. Að minnstakosti 300.000 komu að horfa á. Vá. Já. Það er bara allt Ísland. Það er bókstaflega allt Ísland, sko. Þar var keppt í kapplaupi og kappreiðum með vagni. Þetta var líka í fyrsta skipti sem íþróttir voru mældar út í metrum. Ha? Já, það var notað, sem sagt, í fyrsta skipti það var notað í rauninu svona málband, með metra. Já, ok. Þeir voru síðan haldnir tvisvar í viðbót, 1797 og 1798 og síðan kom Napóleon og eyðilagði allt. Ég skil. Og þetta var ekki spilað aftur. Nei. Það var ekki fyrir en á 19. öld þar sem nútíma Ólympíuleikana sem við þekkjum í dag voru endurlíkaðir. Og veistu hvar fyrstu innan gæsla bara nútíma Ólympíuleikana voru haldnir? Nei. Eitthvað gísk? Nei, ég er alveg blanka. Það er auðvitað í Much Wenlock í Shropshire, Englandi. Þetta er ekki Ólympíuleikarnir sem eru haldnir í dag, en þetta er í fyrir fyrsta svona almennilega skipti þar sem þetta er keppt að einhverju viti og þetta hættir ekki eftir bara eftir einhver tíma. Og þetta er í byrjunin á það sem verður að Ólympíuleikunum. Þeir sem við þekkjum í dag. Já, og ég mun segja betur frá því hvernig það vindur upp á sig. Ok. Það var hann William Penny Brooks sem byrjaði þetta. Hann var enskur skurðlæknir sem fæddist og ólst upp í Much Wenlock 1809. Eftir að hafa klárað námið sitt í Evrópu þá settist hann aftur að í Much Wenlock. Hann byrjaði að kenna þar og stofnaði Wenlock Ólympíska bekkin. Þar sem hann vildi bæta heilsu þeirra í bænum og hélt Ólympíuleika þarna árið 1850. Okay. Hann hélt þetta á hverju ári og var þetta mjög vinsælt í Shropshire. Hann stofnaði síðan Ólympíska þjóðfélagið National Olympics Association árið 1965. 1965? Þú Nei, sagði 1865 meinti það. Og sem heitir núna Breska Ólympíufélagið og er enn starfandi í dag. Það er mjög áhugavert. En Wenlock-leikarnir voru bland af grískum íþróttum eins og kringlu og spjótkasti og enskum eins og krikkett og fótbolta. Árið 1859 frétti hann af fyrstu Ólympíuleikunum sem haldnir voru í Grikklandi. Þeir leikar þekkjast í dag sem Zappas Ólympíuleikarnir.
Þú sagðir ekki það nafn seinast? Nei. Það ég datt hún í rosalega miklu kannuhólu og þetta þetta skiptir allt máli nefnilega þegar kemur að Ólympíuleikunum sem við þekkjum í dag. Ég skil, ok, en það er sem sagt búin að vera þá núna 3 mismunandi Ólympíuleikar. Þessi fyrstu 2 voru sem sagt Nei, þessi 3 eru þá búin að vera haldnir á hverju ári. Já, einmitt. Þeir eiga það sameiginlegt. Já, þeir eiga það sameiginlegt og þeir sem sagt fyrstu 2 hafa í rauninni lítið að gera með nútíma Ólympíuleikana og sem sagt Much Wenlock Ólympíuleikanir mun þeir þróast þá yfir í það sem við þekkjum í dag. Nei, ok. Þetta er nefnilega flókið. Ég veit það, en að því þú ert að segja að þetta sé upp að því sem við þekkjum í dag og þetta sé upp að því sem við þekkjum í dag og svo ert alltaf að segja nei. Já, þetta er nefnilega flókið. Ok. Ég er að reyna að skilja þetta. Já, þetta útskýrist allt eftir smá. Evangelis Zappas var ríkur athafnamaður sem átti stóra drauma. Hann var einn ríkasti maður í Austur-Evrópu og það er ástæðan fyrir því ég minnist á það. Hann fékk innblástur frá ljóðskaldinu Panagiotis Soutsos að styrkja endurlífgun á Ólympíuleikunum. Zappas skrifaði honum Otto, konungi Grikkja, og stakk upp á að þeir myndu endurvekja leikana. Zappas og frændans Konstantínos fóru strax í það að koma þessu af stað og 15. november 1859 voru fyrstu alþjóðlegu Ólympíuleikarnir haldnir í Aþenu. Þetta er heiti á þeim. Þetta er ekki Ólympíuleikarnir, aðal Ólympíuleikarnir, en þetta er heiti á þeim, fyrstu alþjóðlegu Ólympíuleikarnir. Okay. Og einmitt, alveg sem með franska, þá er það fyrstu Ólympíuleikar lýðveldisins er heiti á þeim. Já. Þeir voru síðan haldnir aftur 1870 og 1875 og síðan ekki meira. En Zappas fékk ekki að sjá seinni leikana því hann dó 1865. Hann vildi samt að allur arfurinn hans færi í það að koma Ólympíuleikunum að stað og partur af peningnum fór í að endurgera pan-aþeníska keppnisvöllina sem var fundin aftur 1869 og er það stadion sem rúmar 50.000 manns. Það er líka eina keppnisvöllin í heiminum sem er eingöngu úr marmara. Ha? Hvar er hún aftur? Hún er í Aþenu. Já. Hún er sem sagt... Og er hún ennþá? Hún er ennþá til. Já, ok. Út af því að einmitt þeir notuðu peningin hans til þess að endurbyggja og endurgera og gera hana flotta. Já, maður bara veit aldrei. Nei, algjörlega sko. Þetta er keppnisvöll sem var gerð sko rétt svona 100 fyrir Krist. Síðan var hún dekkuð út í marmara 300 eitthvað eftir Krist og síðan bara týndist hún. Og þeir eru að finna hann aftur 1869. Oh my god. Já, og hún er alls ekki langt frá Parthenon hæðinni. Og já, það er hægt að skoða hana í dag. Já. Þessi keppnisvöll var þar sem seinni 2 Zappas-leikanir voru haldnir. Það stendur sumstaðar að Zappas hafi veitt Brooks innblástur fyrir því að setja meiri fút í ólympíska drauminn og að það hafi leitt að því að hann stofnaði ólympíska þjóðfélagið. Já, sem sagt að hann hafi stofnað ólympíska félagið í Bretlandi sem er ennþá í dag. Já, en það er bara breska. Já, það er bara breska. Svo er allt öðvögt. Það, einmitt, kemur aðeins seinna. Þeir höfðu átt í samskiptum hvoru annan og sendi Wenlock ólympíski bekkurinn 10 pund til Grikklands sem var verðlaunaféð fyrir sigurvegarann. Já, það var mikið á þeim tíma. Já, nefnilega, það er alveg frekar mikið. Við vorum ekki að reikna daginn að 10 pund... Þetta er í dag held ég 100 áskall sko. Nei, það voru 10 pund sko 1920. Já. Það mástu að því vorum að horfa á Downton. Jú, einmitt, maður sjá. Þannig 10 pund árið 1865, sagði. Já, 1859. 59. Já, nei, hann deyr 65. Já, hann deyr 65, hann Zappas. Já.
Þetta eru 15.745 pund í dag og það er 2.812.000 í íslenskum. Einmitt. 10 pund, þetta er eitt lítill seðill Nefnilega í sko. dag. Þetta þeir voru ekki að halda aftur. Nei. Hann Brooks hélt síðan fyrstu ólympíuleika Bretlands árið 1866 í Crystal Palace í London. Nennaðu að hætta að skýra allt ólympíuleika. Þetta er nefnilega rosa flóki og því það eru allir að segja fyrstu þetta og já, það enginn af þeim eru fyrstu leikanir af því sem við þekkjum í dag. Koma skal. Já. 10.000 manns kom að horfa á og hann heyrði síðan, sem sagt aðeins seinna, af ungum frakka sem var mikið fyrir íþróttir og hafði sterkar skoðanir á líkamsheilsu fólks og hvað það væri mikilvægt fyrir alla að sem sagt rækta líkamann ásamt huganum. Já. Hann bauð þessum frakka til Wenlock og héldu þeir Wenlock ólympíuleika honum til heiðurs. Þessi frakki hét Baron Pierre du Coubertin. Baron du Coubertin fæddist 1. janúar 1863 í París. Hann ólst upp í aristokratísku umhverfi og var heltekinn af sögu og menntun. Pínu eins og við. Já. Hann var fastur á því að til þess að stuðla góðri menntun þá var líkamshreyfing nauðsynleg. Þegar hann var aðeins 25 ára var hann orðinn einn af leiðtogum umbótum menntakerfisins í Frakklandi. Vá. Á alþjóðlegu sýningunni í París, sem sagt Universal Exhibition. Það er bara heimsýningin. Já. Já. Í París 1889. Það sem Eiffelturnin okkar kemur. Akkurat. Skipulaði hann fyrstu íþróttafræði ráðstefnuna bara í heimi. Og þar sem hann fekk fólk bara hérðan af í heiminum sko. Hvaðan af? Sorry, þetta er búið að vera svefnlítill tími síðustu nokkra daga. 5 árum eftir hann kemur heim frá Wenlock, sem sagt 1889, fullur af aðdáun fyrir því sem Brooks hafði athafnað, að þá kom hann með þá tillögu í Sorbonne háskólanum að þetta endurvekja ólympíuleikana. Sama ár, 1894, þá stofnuðu Baron de Coubertin og Demetrios Vikelas alþjóða ólympíunefndina og Demetrios var fyrsti forseti hennar. Og þetta er nefndin sem er enn til í dag. Okay. Coubertin tekur síðan við 2 árum seinna og árið 1896 í Aþenu eru haldnir leikar fyrstu ólympíunar, eins og hún var kölluð. En þetta eru fyrstu ólympíuleikanir sem eru ennþá í dag. Okay. Loksins. Það er erfið fæðing að við erum hér. Já, eins og segi, þetta er kannuhóla sko, sem að dettur í sko. Guð, ég trúi því. Já, við erum búin með 20 mínútur af þessu og við erum loksins núna komin að ólympíuleikunum sjálfum. Einmitt. En já, fyrstu leikanir byrjuðu með opnunarhátíð þar sem 80.000 áhorfendur söfnuðu saman í pan-aþenísku keppnishöllinni sem Zappas og peningurinn hans hjálpaði að gera. Algjörlega. Í miðjunni var safnað saman öllum 241 keppendum frá 14 mismunandi löndum. Okay. Og það er eitt sem ég glemd að skrifa niður, en sem sagt peningurinn hans Zappas fór í að styrkja þessa hátíð. Þannig að það var svona einhver afgangs. Já. Sem að, Hann, eins og segja, hann var rosalega ríkur. Ég skil, ok. Og Nei, bara því að fyrst þú var búin til marmara. Já, þetta... Já, ég held að það væri þá bara... Já, þú veist, hann setti ekki marmaran, sko, en hann hjálpaði að... Skaffaði peningin, ekki? Nei, ekki hann hjálpaði við endurgerðinni í rauninni á svona viðhaldinu. Og ég held að hann hefði... Nei, hún varð marmarahöll í rauninni á 4. öld eftir Krist. Ok, þá var ég aðeins að miskilja. Já. En það er samt mjög mikill peningur sem hann notar í að kominni gera hann upp. Já, að gera hann upp. En já, síðan var restina peningum sett í ólympíunefndina. Eftir nokkra ræður var ólympíski sálmurinn sunginn sem varð síðan formlegi opnunarsöngur ólympíuleikana
1958 og er enn sungin í dag á öllum opnunarhátíðum. 1958? Já. Ok. 1958. Á Hvenær voru aftur þessi fyrstu haldir? 1896. Ok, það var til langt tími þar á milli þar til að væri... Já, að vera eins og ég segi, frá upprunum og þanga til svona 1950 cirka, þá er þetta ekki sama hátíð og við þekkjum í dag í rauninni. Hún er aðeins öðruvísi. Hún er bara að þróast. Já, og einmitt, og það er í rauninni alveg þangað til sko 1980 eitthvað, þar sem ennþá hefur verið að gera svona ákveðnar lagfæringar. Ég meina það bara ennþá í dag verið að gera lagfæringar. Já, en ekki jafn stórar. Nei. En já, á fyrstu leikunum var keppt í 10 greinum sem samanstóðu af 43 íþróttum. Það voru hlaup, hjólreiðar á braut og götuhjólreiðar, skylmingar, skotfimi, sund, tennis, ólympískar lyftingar og glíma. Ok. Og síðan eru svona undirflokkar sem sagt í þeim. James Brandon Connolly var fyrstur allra til að vinna gullmedalju á nútíma leikunum. Á þessum leikum var líka fyrsta skiptið sem keppt var í maraþonhlaupi. Ok, en fyrir hvað vann hann gullið? Já, hann vann fyrir langstökk. Ok. Já, þetta er í fyrst skipti sem keppt var í maraþonhlaupi. Já. Byggt á góðsögunni Pheidippides sem hljóp frá maraþonhæðum til Aþenu til að segja þeim að Persanir hefðu gert innrás í Grikklandi 490 fyrir Krist. Þessin er þetta 42, Nei, nefnilega ekki. Nei, í dag er þetta samt 42. Já, þetta eru 42,165 metrar. Já. Það er ekki fjarlægin. Nei. Ég held að það væri fjarlægin og þessina væri þessi skrýtna tala. Nei. Já, ég skrifa þetta ekki niður en sem sagt ástæðan fyrir þessu. Út af því á þessum í þessu maraþonhlaupi þá voru þetta 40 kilometrar. Og þeir enduðu sem sagt í stadíuminu, Pan-Aþeníska. Og það voru cirka 40 kilometrar. Síðan 1908 í Bretlandi þá var þetta 42 kilometrar 165 út af því að það er vegalengdin sem þeir hlupu frá Buckingham Höll í keppnishöllina. Og var sú vegalengd notuð sem svona standard maraþonlengdin sem er notuð í dag. Ég skil. Þetta er, já. Ok, já. Einmitt. Tengist í rauninni einhver sögulegu, sko. Nei. Þessi vegalengd, sko. Ok, en já, heldum bara áfram. En já, í fyrsta skipti sem þetta hlaupið var út af einmitt ólympíuleikunum og Grekkinni þekktu söguna af Pheidippides vel og vildu helst vinna þetta hlaup fram yfir allar aðrar íþróttir. Og það var hann Spyros Lewis sem vann það fyrir hönd Grekja. Hann tók forystuna þegar það voru 4 kilometra eftir og var 7 mínútum á undan næsta. Vá, það er ekkert smá. Já, þetta er svona pínu Simone Biles level. Já, sko. algjörlega. Sem verðlaun fengu sigurvegararnir ekki gullmedaljur. Þeir fengu silfurmedalju og ólífutrjágrein. Eins og í gamla. Já. Þeir sem voru í öðru og þriðja fengu koparmedaljur og lárviðagrein. En þannig kemur þetta strax fyrsta, annað, þriðja sæti þá. Já, það er nefnilega... Það var ekki það. Nei, út af því að það var annarkvort vannstu eða þú vannst ekki. Já. En þarna er verið að tala um þess að... Það kom svona pódium. Já. Og svona... Vinningspallur. Þetta er svona fyrsta útfærsla af þessu. Já. Gull, silfur og bronsmedaljur voru ekki gefnar fyrir á 3. ólympíuleikunum. Já, og þá einmitt er þetta bara kerfi komið upp og er bara þekkt út allan heim og allir nota þetta kerfi. Já. En já, fyrstu ólympíuleikarnir voru ótrúlega vinsælir og var engin mótstæði fyrir því að þeir eru haldnir aftur. Og síðan árið 1913 kemur hann Coubertin með merkileikjana sem við notum enn þann dag í dag, sem sagt hringinir. Einn hringur fyrir hverja heimsálfu sem keppti á ólympíuleikunum. Ég veit það ekki, það er sniðugt. En
það er náttúrulega 6 heimsálfur sem að keppa en af einhverjum ástæðum þá sem sagt taldan báðar Ameríkunar saman og litinir eru samblanda af litunum í öllum flöggunum sem sagt í heimsálfunni er svona vinsælsti liturinn í heimsálfunni og það er liturinn við hverja heimsálfu. Já, þetta er pínu flóki og hann útskýrir þetta aldrei að einhverju viti sko. Nei. Fleiri og fleiri greinum var bætt við og árið 1924 í Chamonix í Frakklandi voru haldnir fyrstu vetrarólympíuleikarnir. Og síðan á leikunum í Róm 1960 var í fyrsta skipti sem fólk með fötlun fékk að keppa í sér deild og út frá því spratt ólympíumót fatlana. Þetta byrjaði sem lítill hópur af breskum hermönnum sem hefur verið í seinni heimsstyrjöldinni og upp úr 1948 myndu þeir hittast reglulega og keppa í ákveðnum íþróttagreinum. Út frá þessu var þetta stærri og stærri hópur og með stuðningi frá lækninum Antonio Maglio gengu 400 keppendur með fötlun frá 23 löndum inn á Ólympíuleikana 1960 í Róm. Geggjað. En það eru ekki fyrstu leikanir sem voru fyrir fólk með fötlun. Nefnilega, því að 1924 voru haldnir Ólympíuleikar heyrnleysingja og eru þeir elsta íþróttakeppni í heimi sem er enn starfandi í dag á eftir Ólympíuleikana. Þetta er í grófum dráttum saga Ólympíuleikana en núna langar mér aðeins að fara í svona áhugaverða hluti og segja frá merkilegum keppendum. Og ég ætla að spyrja það eina spurningu. Í hvaða grein vann Baron de Coubertin medalju? Þú veist bara, þetta er ekki rétti dagurinn til svo spyrja, sko. Ég veit. Já. Eitthvað gísk? Stangastu ekki? Nei. Hann vann gullið í ljóðagerð fyrir ljóðið sitt Ode au Sport eða Eyður íþróttana. Það er ekki íþrótt. Þetta er alveg, ég veit þetta mjög umdelt, en skák er ekki íþrótt. Nei, ég er þetta alveg semlega það. Það er alltaf hægt að keppi því, en það er ekki íþrótt. Nei, það er hugaríþrótt. Það er hugaríþrótt, algjörlega. Já, en það er ekki íþrótt. Nei. Þetta er ekki... nei, þetta fyrir taugunar á mér. Þetta fyrir rosa taugunar á mér. Ég nefnilega er þess að fara að segja þér frá, eins og segi, frá byrjun og þannig til svo 1950 eitthvað, þá voru leikanir mjög svona flæðandi þetta var það. Já. Ég er nefnilega fyrir eitthvað sem ég veit það ekki mikið, þá er ég er lúmsk kemsmanneskja. Lúmsk? Ég er lúmsk. Er ekki lúmst við þetta, sko. Það er ég nenningin einu svona bulli. Allavega. Það voru mikið af íþróttum innan gæsalappa sem var keppt í sem er ekki gert í dag. Og ég ætla að nefna nokkra af þeim. Það var á 1912 Ólympíuleikunum í Stokkólmi sem það var bætt við listum í Ólympíuleikana. Sko, ef þið gætu séð störuna sem ég er að fá frá Elísu. Það var keppt í tónlist. Við erum með Eurovision fyrir það, sko. Það var ekki til að þessum tíma. Það er alveg sama. Það þurfti að senda inn nótnablöð fyrir verkin sín og það var oft erfitt fyrir dómarana að dæma þar sem þeir heyrðu það ekki spilað. Ekki voru gefin mörg verðlaun út af því. Það var 1936 þar sem tónverki sem vann var fyrst spilað fyrir framan áhörundur. Og var það mökkljótt? Ég hef ekki heyrt það, sko. Nei, ég bara sem myndi við sjá eftir ákvörðinu sinni. Það var ógeðslega fyndið. Það var þetta ógeðslega fyndið. Hvað hefur við gert? Það ljómaði ekki svona því ég horfði á blaðið. Nei. Það var líka keppt í listmálum og arkitektur. Ha? Ef við það skrítið að á Ólympíuleikunum í Amsterdam 1928 var keppt í bæjarskipulagi.
Ertu ekki að grínast? Nei. Ha? Já, bæjarskipulag. Það hljóma bara eins og einhverju sem nefndi ekki að gera vinnuna sína og ákveða allt þetta sem, veistu hvað ég á við? Ég skil þig, en sem sagt, ástæðanar fyrir öllu þessu var í rauninni út af því að þetta var til að sýna svona einstaklings framúrskörin. Sama. Og þeir horfðu á öllum sviðum, ekki bara íþróttalega. Þess vegna var þessu Hvað bætt er við. keppni að anda eða? Ha? Nei, en elsti verðlaunahafi Ólympíuleikana var hann John Copley. Fekk hann verðlaun fyrir að vera elstur? Nei, Nei, ok. hann vann silfrið 1948 í áletrun og leturgreftri. Nei, sko, þetta gerir mig svo pirraða. Ég Og svo er- dýrka þetta, sko. Og svo er þessi maður bara rosalega stoltur af því að hann á, þú veist, ólympíumedalíu fyrir að gera ekki raskat. Jú, fyrir áletrun. Ó, nei. Ætlar ég alveg að miða hann og Simone Biles saman? Nei, væntalega ekki. Nákvæmlega. En þetta er ekki alltaf viðurkennt út í það er ekki alltaf tekið með. Já, ég tekið þetta ekki með. Ok. Já, sorry hlustendur. Ég er bara, ég er að vinna inn á mjög litlum svefn. Og það er bara svona, já, mér finnst þess að Jóni sé að reyna að pyrra mig hérna með þessu. Nei, ég bara segja ykkur að Ólympíuleikarnir hafa breyst í gegnum tíðina. En ég vona þessi sammála mér. Já, bara endilega, láttu okkur vita. En það allra skrýtnasta samt var ekki búið? á öðrum Ólympíuleikunum í París. Hún Avril Lafoule Var nú medalíu í hálshökun. hún tók 15 höfuð á 13 mínútum. Ég veit það single swoosh. Nei, hún vann, sem sagt, Avril Lafoule vann gullið í púðluklippingum. Hún klippti feldinn á 17 púðlum á 2 tímum. Sem, ég skal gefa henni það, freka vel gert, sko, en sem ólympíusport, Nei. nei. Nei, þú veist, nei, mér... Allana. Það var hætt við þessa listrænu keppnir eftir leikana 1948. Ok, loksins eitthvað með vit. Veistu af hverju? Akkur. Því að þeim fannst það fara gegn heimsbyggi ólympíuleikana. Já! Oh my god, nei. Þar sem að listamennir héldu áfram að vera listamenn restin af árinu, að þá voru íþróttukeppendunir með aðra vinnur en það sem þeir kepptu í. Þetta fór gegn amateurismunum sem leikanir stóðu fyrir. Haldur bara áfram. Amateurismi er nefnilega það sem var leiðarljós leikana en það breyttist með einum keppanda. Þetta er eini keppandinn sem hefur verið minnst á í lokahátíð leikina. Bara af öllum. Ertu með eitthvað gísk? Það var hann Michael David Edwards. Betur þekktur sem Eddie the Eagle. Já, ég kannast þið þannig. Já, hann er bara að gera myndum hann. En ég man ekki. Hann, sem sagt, keppti fyrir hönd Bretlands í skíðastökki og það var allt sem vann á mótunum. Í fyrsta lagi þá var hann í Englandi þar sem það eru engin skíðastökk. Þannig að það var rosalega erfitt að æfa. Hann var með þykk glerugu undir skíðaglerunum sínum sem fylltust af móðu þegar hann var komin í einhverja hæð. Hann var ekki með neinn fjárhagslegan stuðning og þurfti að vera í 6 pörum af sokkum til þess að passa í lánskíðaskóna. Óþægilegt. Af hverju var hann þá valinn í lið? Þetta er svona einhver svipur rökun svo breakdansarinn. Nei. Ekki ástarlíu. Hann var svo eini sem bauð sér fram. I volunteer as tribute. Ekki einu sinni það var svona, I'll have a go. Já, hann endaði í seinasta sæti í báðum stökkunum sem hann keppti í og út frá honum var gerð Eddie the Eagle reglan.
sem meinaði öllum amatörum eins og Eddie að keppa, sem nefnilega fyndi fyrir ólympíuleikana út af því að alveg frá byrjun þá þetta byggt á amateurisma. Ég veit það, en þetta samt keppni í það að Já, vera hún hefur bestur. Já, hún hefur nefnilega alveg breyst. Þú ert ekki fara að hendi einhverju sem hefur aldrei farið út tvíslá, allt í nót tvíslá. Ég skil þig, sko. En þú veist, teknilega séð var það hægt áður en hann keppti 1984. Ásamt svo seint. Þetta var nefnilega 84 sem magnað, sko. En Eddie var ekki eini sem var þekktur fyrir amateurisman sinn. Hann Eric Moussambani, þekktur sem Eric the Eel, Akkur alltaf var eitthvað Þetta bara fjall svona, sko. En já, hann var Elon the Elk. Kemur svo það næst eða? Gæti verið að Elon Musk verið þekktur sem það. En já, Eric the Eel var sundmaður frá Miðbaugsgínu. Hann var dreginn úr wildcard vali sem veitti fólki frá þriðja heimslöndum séns á að keppa þó að það næði ekki hæfnisviðmið. Ein spurning, hafði hann einhver tímann synd? Var hann syndur? Hann lærði að synda 2 mánuðum áður en keppnin hófst. Ok, þannig að hann var þá allan að syndur. Já, hann var syndur. Ok, það hefði ekki verið verra. Hann Eric fekk að taka þátt í 100 metrar frjálsu sundi á leikunum í Sydney árið 2000. Þegar hann mætti til að keppa þá var þetta í fyrsta skipti sem hann sá 50 metra langa laug. Hann hafði verið að æfa í 12,5. Þá ertu samt bara leið og þú sparkaði í botnin, þá ertu í enda, þá ertu bara komin hálfa leið tilbaka. Já, nefnilega, sko. Hann átti... Þannig að þú varst ekki að synda. Nei. Þú varst alltaf bara að skjóta þér áfram. Já, en þetta sko, pappi sagði mér einmitt frá því að þeir sem eru á Dalvík voru einmitt bara með 12,5 metra laug og út af því að þeir voru svo vanir því að þá vanalega tóku þeir alla laugina bara í einum andartæti, 12,5. Síðan þeir kepptu á Akureyri í 25 metra langur laug, það var allt í einu helming og spruttur upp alveg buslandi. Já. Mjög fyndin saga. Já. Ég held að það bara komið smá gals í okkur. Já, smá. Sorry með okkur. En já, hann var samt frekar heppinn með það að báðir keppinautar hans sem voru svona wildcard þjófstörtuðu og hann keppti 1 í undan keppnisriðlunum. Hann syndi 100 metrana með skriðsundi og var rúmlega heilli mínútu á eftir heimsmetinu á þessum tíma sem var rétt rúmar 48 sekundur. Hann tók þetta á 1:51. En hann kláraði? Hann kláraði. Þrátt fyrir það, þá var þetta samt met í Miðbaugsgínu. maður fær svona í hjarta, já, sko. Já, ég veit það. Því að Eric alveg, hann mjög mögnuð manneskja út af því að hann mitt eftir þetta að þá var hann byrjaði að keppa og æfa betur og með metið í Miðbaugsgínu en það núna 55 sekundur. Ok. Hann búinn að bæta sig. Ok. Ánum með hann. Já. Og ég ætla svona að enda þetta almennilega á einu merkilegasta keppanda leikana. Og það ekki svona amatör eins og Eddie og Eric. Ertu bara að tala um The Goat? Nefnilega ekki. Hæ? Nei, ég mun aðeins tala um hana í lokin. Ok. En þetta svona út af því að hún svo ný ennþá og sagt, það fólk ennþá meðan í huga, þá langar mig að benda á einn annan sem Ok. En hún samt með metið yfir. Ég veit. Engar ágjur í mjög nefnana. Okay. En það hann Jesse Owens. Kannski ekki sá þekktast í dag hér á Íslandi en hann á mjög áhugaverða sögu. Hann James Cleveland Owens fæddist 1913 í Oakville, Alabama í svarta fjölskyldu
og það var mjög mikilvægt seinna í frásögninni, því miður. Hann var veikulegt barn þegar hann var yngri, oft með barkabólgu og lúnabólgu til skiptis. Heimilisaðstæðunar hjálpuðu ekki með það þar sem hann ólst upp í litlu húsi, var lélega klæddur og fekk slæmt mataræði. Þegar hann var 7 ára þá var hann að vinna á bómullrakri og þurfti hann að tína 45 kíló af bómull á dag. Vá. Þegar hann var 9 ára þá flutti fjölskyldan til Cleveland, Ohio. Og þar fekk hann nafnið Jesse. Kennarinn sem sagt út í hann var kallaður JC og hann var með svona suðuríkjahreim, þannig að kennarinn misheyrðan. Já, ég held að hann var að segja Jesse. Já, og bara nafni helst. Hann setti eða jafnaði síðan skólamet í 100 og 200 metra hlaupi og í langstökki þegar hann var unglingur. Hann varð alltaf svona frægur í skólasenunni sem sagt fyrir afrekin sín og síðan þegar hann byrjaði almennilega að keppa að þá 1935 þá var það nóg til þess að setja hann í svona Hall of Fame. Nú. Út af því að hann jafnaði 1 heimsmet og braut 3 heimsmet allt á innan við 45 mínútum. Ok, geggjað. Magnað sko. Hann er bara svona Usain Bolt síns tíma. Já, og margir einmitt líka Simone Biles við hann. Já, ok. Sem sagt í Bandaríkjunum. Já. Út af því að hann er náttúrulega bara þjóðarheita í rauninni hjá þeim. Og einmitt þetta spurðist hratt út og var hann valinn til að taka þátt á Ólympíuleikunum 1936 í Berlín. Og það var á þeim leikum sem hann varð heimsfrægur. Og fyrir þá sem vita ekki, þá voru þetta Ólympíuleikar Hitlers. Þetta eru mjög merkilegur og flóknir leikar og ég ætla ekki að tala um þá í þættinum í dag á einhverju dýft, sko. En ég ætla samt að segja frá afrekum Jesse Owens og smá samhengi til að gefa fólki smá hugmyndum í rauninni hversu mikilvægt þetta var. Þessi leikar voru ákveðið pólitísk skref fyrir Hitler þar sem hann ætlaði að sýna heiminum að þýsku Übermenschen voru über alles. Hann bjóst ekki við því að einhver eins og Jesse Owens myndi vinna neitt því hann var einmitt sérstaklega svartur. Já. Og nasistani voru búin að segja að svart fólk væri óæðra hvítu fólki. Hann var ekki sérstaklega góður fyrir nasista áróðursvélina því hann vann 4 gull. Já. Þýska þjóðin pældi ekkert í því sem Goebbels voru að spýta út úr sér því Jesse var bara svo magnaður og fögnuði honum mikið og margir báði hann eiginandaráðum. Og hann einmitt eignaðist vin til lífstíðar þannig hann Lutz Long sem var sigurstranglegasti þjóðurinn. Já. Og einmitt búist af við því að það er mikill rígur á milli þeirra. Já. En svo reyndist ekki og Jesse sagði Lutz það þurfti mikinn kjark til þess að vingast við mig fyrir framan Hitler. Þú getur brætt allar medalíunar og byggarana og það kemur ekki nærri því sem 24 karat vinskap sem ég fann með Lutz. Æ, mjög fallegt. Já. Og það er mjög svona þekkt frá þessum leikum að Hitler tók ekki höndina eða sem sagt viðurkenndi ekki Jesse að neinu leyti. Nei, auðvitað ekki. En það er ekki alveg nógu sanngjarnt að segja þetta út af því að Hitler á fyrsta deginum fagnaði bara þýskum sigurvegurum og hann var í rauninni talaður til og þá sagði hann að hann myndi ekki heilsa neinum sigurvegurum. Og þannig að þetta var ekki sérstaklega persónlegt gagnvart Jesse að hann tók ekki höndina á hana. En í hans eigin orðum, hann Jesse, að þá sagði hann að það var ekki Hitler sem fór fram í mér, heldur að var það Franklin Delano Roosevelt, forseti Bandaríkjanna. Já. Sem talaði ekkert við hann. Sendi honum ekkert. FDR? Já. Ekkert frá yfirvöldum Bandaríkjanna. Þegar hann einmitt kom tilbaka hann komst tilbaka. Já, hann komst tilbaka. Þá einmitt hann fekk svona ticket parade sem var haldið í New York en þegar sem sagt ég raunin athöfnin sjálf til að heiðra þá sem sagt þurfti hann að taka vöruliftuna upp
Nú, út af því að hann var svartur og þetta gerist aftur og aftur og hann fekk ekki að sitja hvað sem í strætó og neitt þannig og einmitt, það ekki fyrir 1950 þar sem hann fær eitthvað viðurkenningu sem umrætt og hann barðist fyrir réttindi svartra sem sagt setna meir í lífinu og líka þess vegna Simone Biles líkt við hann Já, af því hún búin að vera berjast fyrir andlegri heilsu og líka stað svartra í íþróttinni og einmitt við þurfum að nefna Simone Biles svo besta og einmitt hún verður heimsfræg einmitt á Rio 2016 þar sem hún tekur er tvítug 19 ára Já, 19 ára, já. Pældi því. Vinnur 4 gull Einmitt. bara þessari keppni. Og hún hefur sagt að hún svona var litin hún var svona the underdog. Sko af heiminum, já. Já, af heiminum. Og svo kemur hún þarna og bara hér er ég. Já, nefnilega. Og hún sem sagt, en út af því að hún var búin að vera að keppa síðan sko 2011 í Elite Olympics eins og það kalla í Bandaríkjunum. Já. Og var búin að vinna svona gull hér og þar en varð ekkert almennilega sem sagt viðurkenndana fyrir 2013 og þá byrjaði hún að taka meira og meira og varð betur og betri og vann gull eftir gull og síðan einmitt Bandaríkjamenn vissu að hún væri sterk en síðan fekk heimurinn að kynnast í einmitt, líka því hún er svo lítil hún er svo lágvaxin hún er 4,8 sem sagt í bandarískum sem held í 1,52 eða eitthvað. Nei, mástu við tjekkum á þessu, hún er held í minni. Já, er það? Ég man það ekki. En já, og einmitt núna í París, það var hún 3 gull. Já. Það var bara heldur vel gert hjá henni. Og já, þetta er svona það helsta frá Ólympíuleikunum. Geggjað. Pínu svona hrattværi yfir, en já. Já, hún er 1,42. 1,42. Já. Jesus. Hún er tiny. En ég bara vona að þið hafi verið ánægð með hennan auka þátt. Já. Sem er að koma út þá á föstudegi. Já. Ekki á fimmtudegi eins og við sögðum, en já. Nei, á föstudegi. Á föstudegi samt. Já. Það er betur en engin auka þáttur. Og við komum aftur með annan þátt á þriðjudaginn. Já, þannig að bara stay tuned. Stay tuned. Góða helgi og heyrjast. Bye.